Sköpunarmiðstöðin á Stöðvarfirði hugarfóstur 3 listamanna og frumkvöðla sem stofnuðu hana inn í yfirgefnu 2800 fermetra frystihúsi fyrir 7 árum og hafa rekið hana mestu í sjálfboðaliða starfi síðan. En þrátt fyrir miklar endurbætur á húsinu starfsemin í hættu nú því þakið fór að leka fyrir stuttu og vatn búið að eyðileggja gólf á milli hæða og ekki eru til fjármunir fyrir viðgerðum. Sko, vandamálið náttúrulega að þetta gríðarlega stórt hús og það er náttúrulega rosalega mikið af því. Við höfum gert upp stóra hluta af því en það fjármagn sem stendur svona verkefni til boða, það styrkja umhverfið sem til dæmis hérna á Íslandi. Upphæðirnar eru það lágar að þær duga til dæmis ekki til dæmis þess að sækja styrk til þess að skipta 1000 fermetra þak. Þannig að það svona við erum einhvern veginn komin á þann tímapunkt að við erum að gera rosalega mikið úr því litla sem við höfum í rauninni fengið af einhverjum opinberum styrkjum og megnið af því fjármagni sem við höfum notað í þetta hús sjálfskapaðar tekjur og reksturinn sjálfbær. En við einhvern veginn komumst ekkert lengra með þróunina fyrir en að við náum í rauninni mun hærri upphæðum til þess að takast á við rosalega alvarleg vandamál eins og til dæmis bara að þakíleiki. Sem veldur náttúrulega bara skemmdum byggingunni. Trúum því að við séum með mjög svona trúverðugt verkefni í höndunum. Við erum búin að byggja alveg rosalega góðan grunn undir það og hugmyndafræðilega þetta mjög svona úthugsað. Og við trúum því að þetta sé alveg eitthvað sem geti skipt verulegum sköpum fyrir svæðið. Stöðvarfjörður næst syðsta þorpið í sameiginlegu sveitarfélagi Fjarðabyggðar og þar búa nú 180 manns en voru 350 fyrir 13 árum þegar frystihúsið lokaði og fjöldi fólks missti vinnuna. Það sem gerist þegar vinnslan lokar það að meirihluti bæjarbúa missir atvinnuna og sem verður bara svona eins og eitthvað svona rúllandi snjóbolti að það lokar einhvern veginn bara hvert á fætur öðru, bankinn, kaupfélagið, pósturinn, netaverkstæðið og einhvern veginn, bærinn bara tæmist svolítið. Gerist alltaf svipuðum tíma. Já, þannig að þetta verður rosalegt svona áfall einhvern veginn og það er svona skrítið eins og ég aðflutt. Ég man eftir fyrst sumarið sem ég kem hérna þá ég 17 ára og þá var þetta svona iðandi bær, fólk á leið í vinnu og það fólk að vinna og það þessi orka í bænum að þetta lifandi samfélag. Ég hef hugsað að allir hérna upplifi það að Stöðvarfjörður sé svolítið þessi jaðarbyggð og ég meina maður sér alltaf uppbygginguna sem á sér stað í hinum bæjarkjörnunum og þar náttúrulega Þetta svolítið erfitt sveitarfélag líka af því að þetta náttúrulega svo margir byggðakjarnar og það grunnskólar í hverjum einasta byggðakjarna. Þetta á með við hvað margir einstaklingar sem að halda uppi þessu þjónustustigi að þá þetta svolítið flókið því þú ert með leikskóla á öllum stöðunum og sundlaugar á sumum. Alveg erfitt að halda úti heilum grunnskóla fyrir 17 nemendur og þess vegna það kom náttúrulega upp á þann tímabili að átti að sameina skólann við Fáskrúðsfjörð. Það voru bara svo mikið mótmæli við því að það var snúið eftir með það. Það var svona eins og síðasta víð væri fallið. Já, okkur fannst það það var alveg bara ef grunnskólinn farin þá flytur náttúrulega enginn hérna aldrei. Það náttúrulega bara klárt mál. Hugmyndin að baki þessi sköpunarmiðstöðinni svo að þetta í rauninni tilraunaverkefni byggðaþróun og við leggjum áherslu á 3 þætti til þess að stuðla að byggðarfestu og það menningarlíf, menntun og fræðsla og atvinnusköpun. Þannig við teljum að það þurfi þessa 3 þætti, þeir þurfa að koma til þess að í rauninni skapa einhverjar forsendur fyrir samfélagi sem kemur til með að þrífast og laða til sín nýja aðila til þess að setja stað. Við trúum því að það sé rosalega kraftur í samlegð og það að vera með svona mjög svo fjölbreytta aðstöðu samliggjandi. Við teljum að það búi bara gríðarlegur kraftur í því fyrir atvinnusköpun og bara menningarlíf. Þannig að við einhvern veginn hugsum þetta sem bara svona suðupott. Samfélags- og samvinnuhugsunin hefur frá upphafi legið að baki verkefnum sköpunarmiðstöðvarinnar og hafa íbúar Stöðvarfjarðar sem og annarra samfélaga notið þess að taka þátt í ýmsum verkefnum sem sprottið hafa upp úr þessum skapandi jarðvegi sem þríeykið hefur náð að mynda. Það sem hefur einkennt þetta verkefni það að það hefur alltaf verið alveg óstjórnlegur skortur á fjármagni
í þetta verkefni. Og þetta hefur risið algjörlega fyrir þess að tilstuðlan sjálfboðaliða starfs og þetta hefur alltaf verið mjög lítill hópur fólks sem hefur komið þessu áfram og upp. Eins og í sambandi við þetta hljóðver sem við höfum verið að smíða, það til dæmis gjöf frá manni sem bara heimsþekktur hljóðvershönnur sem bara heillast af því sem við erum að gera og hann ákveður að gefa þessa mjög svo faglegu hönnun til verkefnisins. Og það sama á við byggingatekningar og plön af húsinu, það bara gjöf frá arkitektunum okkar. Þau binda vonir við að hljóðverið verði mikið aðdráttarafl en Vincent, sem rafeindaverkfræðingur, maðurinn á bakvið tæknina sem lætur tónlistina hljóma eins og í gamla daga. Við erum að byggja hljóðver, það atvinnuskapandi en á sama tíma þá eflir menningarlífið okkar, aukur möguleika á menntun hérna og veitir þjónustu í heimabyggð og gefur einhverjum með sérþekkingu starf á svæðinu. Þannig að það eru allar einingarnir hugsaðar svona. Það eru bæði gömul sannindi og ný að ungt og skapandi fólk með hugmyndir, hugrekki og ástríðu grundvöllur fyrir byggðaþróun. Listafólk sem kemur í sköpunarmiðstöðina dvelur að lágmarki í 1 mánuð í senn og kemur allstaðar að úr heiminum. Við erum að fá alveg fólk bara allstaðar að úr heiminum og þau dvelja í mánuð í senn eða lengur. Þau koma til að vinna að vissum verkefnum og fá frið frá sínu daglega lífi, koma á rólegan stað og góð aðstæði hérna. Frumkvöðlarnir 3, Una, Rósa og Vincent, fengu í ár samfélagsviðurkenningu Byggðastofnunar, Landsstólpan, fyrir óeigingjarnt og ómetanlegt starf fyrir samfélagið sem væri öðrum innblástur og hvatning. Gamla frystihúsið á hinn bóginn minnisvarði gamalla tíma í sjávarútvegi á staðnum sem þau blésu í nýju lífi. Við erum ekki betlarar, okkur finnst við ekki eiga að vera í einhverju þeirri stöðu. Við erum meira að færa fram, við erum með mjög raunhæfa hugmynd og þetta ekkert eitthvað gríðarlegir kannski fjármunir miðað við þá afraksturinn sem getur orðið og við trúum því að það getur orðið alveg margfeldis áhrif af þessu út í samfélagið.